Svona, já. Þetta sem sagt leikur líka á móti FH. FH var búið að spila 2 leiki í Faxanum hingað til. Þeir hafa unnið 1 og tapað 1. Og meðan okkar menn eru með 1 sigur og 1 jafntefli á leiðinni hennar leik. Síðasti leikur var á móti Stjörnunni hjá okkur. Fór eins og frægt 7-7 jafntefli eftir mikla vendingar fram og tilbaka sem okkar menn leiddu með 3 mörkum og létu síðan Stjörnuna vinna það upp og komast fram úr. Og þeim leik lauk með að það var jafnað á loka mínútunum. Og hérna eru Vassberarnir á leiðin inn með veitingar. Það er búið að fara yfir málin. Það fara menn að taka sér stöð á vellinum. Já, Blikar byrja þá að sækja á markið vinstra megin og Matti byrjar út af hjá okkur. Hann hérna með hvíta húfu hjá þjálfurunum. Hann var hérna lítilega fann fyrir eymslum hérna í uppbytuninni. Þannig ég mætti manni hérna á hlaupum með kælisprey. Þannig að Matti byrjar að hvíla. Og þá Alexander hérna fremstur hjá okkur. Honum á hægri hönd Bjarni á kantinum. Kristoffer mannar hérna miðjuna. Vinstri kantur, þá erum við Ígor. Fyrir aftan Ígor með gula hófu Logi. Við markinu Júli. Fyrir framan hann Raggi, það mér sýnist. Og svo á hægri varnarmaður Magni. Það fáum við að láta hérna boltan ganga í uppbytun meðan beðið eftir dómaraleiksins. Nú heyrist mér einhver kallaði eftir bara að hefja leikinn. Einhver verður nú að hafa umsjón með þessu. Breiðablik með 2 þjálfara. Sín megin, ræða þarna eitthvað við þjálfara FH. Breiðablik náttúrulega líka með 2 leiki í gangi. En þeir sammælast þarna eitthvað þjálfarar Breiðabliks og FH hvað ég gera. Ég sé nú engan dómara hérna á staðnum. Það var flautað til leiks bara á þjálfarabekknum. Og FH-ingar vinna hérna boltan. Ígor kemst inn í þetta á miðjuna. Alexander framherjinn. Boltinn á það kanti til Loga. Logi gefur á miðjuna. Alex tekur mótorum. FH-ingar komast inn í þennan. Og Bjarni bóta boltanum fram. Bjarni vinnur þennan bolta en FH-ingar ná tökum á honum.
Alex bótið fram á Bjarna. Bjarni þarf að elta þennan. Og F-fáingar vinna boltan. Þennan bolta stoppar Logi glæsilega. Fram á Kristoffer. Kristoffer. Hann miðjuna. Út á Bjarna. Bjarni kemur einn að það. Löng sending fram. Og F-fáingar með boltan. Kemur tilbaka og inn á miðjuna. Kristoffer hérna. Hérna mótið tveimur. Hér eru komin á hægri kantinn Logi. Mótið. Vinnum boltana. Það nú stjaka hraustlega við honum. Nú engin dómar á staðnum. Þannig að þetta verða þá bara vantilega að kalla sjálfir. Kristoffer og Bjarni komast inn í þennan bolta. Stoppa hann. Nei, boltin best áfram inn í teig. Þar kemst Raggi inn í hann. Eða Magni. Ég sé það ekki á færi. Og boltin aðalega tilbaka til markmanns FH. Alex elti þennan bolta alveg í fæturna á markmannunum. Best út til vinstri. Sem vel leita sendingamöguleikum. Blikar vinna boltan. Þinn skipting út. 1-2 hjá Kristoffer og Ígor. Ígor eftir þetta áfram. Rétt framhjá. Þetta hefði getað séð fyrsta mark leiksins eftir bara létt leikandi spil. Einfalt 2 sendingar, Kristoffer og Ígor hana. En þetta var kannski fyrsta mark tilraun leiksins. Fínt þá halda F-fáingar í sóknir. Missa boltan út af hliðarlínunni. Langt að sækja Nico hérna sem var varamaður eða lánsmaður hjá okkur í fyrsta leik. Gaf hann boltan aftur. Hann semst að keppa leikinn hérna með hliðina. Næja, FH boltan, senda hann inn á miðjuna. Og út á kantina sem að Logi ætlar hann á stjórna á honum og heldur honum ekki alveg inn á vellinum. 2 metra fjarlægð á að vera innspark, best inn á miðuna. Djúpsending inn, en engin viðtakandi þar. Þannig að Blikar á þennan og þá er það Júli sem hann tekur markspinnuna. Júli sendir út til hægri. Inn á miðun til Kristoffers. F-fáingar á boltanum. Honum aðeins að leiki sér á teiglínunni. Bjarni kemst í hlaup upp kantinn. Alex stefnir á boltan. Þetta nú að tala hana. Þetta eru allir báður á boltan hana. Bjarni og Alexander. Alexander á miðjuna. Kristoffer, hælsending til Bjarna. Bjarni aftur upp kantinn. Og F-fáingar ná að stoppa þetta. En Kristoffer er boltanum aftur út á Bjarna. Bjarni er hérna 1-1. Ætlar að renna hann út í teginn. F-fáingar komist inn í þennan bolta og þá sækja hratt fram Logi og Kristoffer á miðjunni. Og Blikar komast inn í þennan bolta og F-fáingar vinnur hann aftur. Þetta er fram og tilbaka hérna. Tækling hérna bara á teiglínunni. Og enn nær Bjarni boltanum og Kristoffer og FH. Þetta gerist mjög hratt hérna. Það er að sending fram á Alexander og nú þarf að laupa. Það er fálmað eftir honum hérna. Kemur Ígor hóta skotinu, tekur skotið en það er framhjá. Já, þarna var Alexander á hröðurhlaupi fram og með varnarmann í bakinu sem að reynda að grípa í hann aftanfrá og sama tíma var markmaðurinn að koma að hlaupa á mótornum, þannig að þetta var þröng staða. Hérna sáum við sendingu frá Kristoffer út á Ígor sem að reyndi sig við markskott. En það var varið. Gerist þetta hratt. Nú eru menna þarf að vinna. Nú kemur Ígor hérna á bjargar þessum bolta á kantinum. Gefur
út á kantinn á Alexander, tekur við honum einn á einum. Þetta er bolti F-inga. F-ingar spila boltanum inn, halda fram spilin á miðjuna, tilbaka, mætaði tveimur. Bjarni kemst inn í þetta og Kristoffer. Bjarni elti boltan, first sending F-inga beint út af. Sjá að Matti er komin hérna inn í leikinn, ég sá ekki hvernig hann kom inn á. Og þarna er Kristoffer nálægt í að pota boltanum inn eftir sendingu frá Bjarna. Það er stór og stæðilegu markvörðurinn í marki F-inga. Nú berst boltinn hérna fram í FH. Það er skyndisókn hérna á kantinum. Logi vinnur hérna bolta glæsilega. Kristoffer ætlar að gefa hann út á Bjarna. En F-ingarnir komist inn í sendinguna. Kristoffer vinnur boltan aftur og heldur á fram miðuna. Út á til hægri til Bjarna. Þar er varnarmaður F-ingar tilbúinn. Matti vinnur boltinn aftur. Bjarni upp kantinn. Einn mann á eftir sér. Alexander ætlar að pota honum út. Kristoffer tekur boltan. Leitar að möguleikum í stöðunni. Þeir eru ekki margir. Enda með því að Nei, hann heldur boltanum inn á. Best boltinn inn í teig og Alexander er með hann, gefur hann út á Bjarna og Bjarni með skot. Það er varið. Alexander er að frákostinu og tekur skotið strax og það er aftur varið. Og nú er kapphlaup boltan. Nei. Þannig bolta halda blikar og Ígor heldur hann fimmleik hérna inn á. Það er ekki alveg að spila síðan úr því en það auðvitað hann hlaupa í kringum mannin. F-ingar reyna fasta sendingu fram. Og þennan bolta er vinnur Matti í slagsmálum. Þetta er náttúrulega að vera búið að vantar dómar inn á völlin sko. Það voru þjálfarar hérna, þjálfari FH er að kalla einhverja leiðbeiningar á völlin, ég heyri nú ekki nákvæmlega hvað það er. En þetta er sannarlega erfitt þegar það er enginn inn á vellinum sem er að dæma leikinn. Matti gefur alla leið tilbaka á Júla. Júli ætlar að senda inn á miðuna. Þar eru Kristoffer og Matti vinna boltan. Kristoffer og Logi. Þannig að F-ingar ná smá spili hérna fyrir utan teig núna og eru að leita að einhverju sendingu inn. Fyrir hann ekki, hann er Logi og með boltana endimörkum og það er markmannsbolti. Júli með útsparkið. Finnur ekki engan góðan möguleika. Víst verið, jú, Bjarni þarna og Alexander. Það komu F-ingarnir, voru tilbúnir. Hirtu boltan aftur. Alexander er þarna frammi og pressa markmanninn sem gefur út til vinstri. Það er Bjarni og Matti er þarna í Matti og Kristoffer. Og Matti aftur. Renni sér, boltinn lekur út fyrir hliðarlínuna. FH á þennan. Ekkert mark komið, staðan ennþá 0-0. En Blikar kannski búin að eiga fleiri skot af marki. En stór markmaður hjá þeim hefur varið frekar auðveldlega hingað til. Logi á Kristoffer. Kristoffer er að fara á milli. Matti skalla boltan niður fyrir Bjarna. Bjarni tekur hann hátt upp. Kristoffer
kemst inn hennan, gefur hann út. Þessi Logi hleypur beint inn í sendinguna. Logi gefur hann inn á Alexander sem að rétt missir þarna af snertingu. Glæsilegt spil, þarna skar Logi vörnina í sundur með þessari sendingu. Héldu allir að var að fara að gefa út lengra út á Igor til vinstri. Þetta var stórhættulegt. Kristoffer vinnur boltan, stígir á hann sennilega, kvenkar sér eitthvað. Igor heldur á stað. Vinstri. Kristoffer út á Loga. Logi inn á miðjuna til Alexander. Alexander reynir sér við skotið, það á löngu færi og án tilhlaups, þannig hann er ekki alveg nógu miklum kraft í skotið. Stór markmaður grípur þetta, hefur gripið skot Blika, frekar auðveldlega. Jæja, og koma Blikar í sókn. Inn á miðjuna. Kristoffer potar honum inn á Alexander og þarna fer skotið rétt framhjá aftur. Blikar eru meiri marka ógn hérna í þessum leik. Eru meiri í sókninni og búin að fá fleiri góð marktækifæri. Á Bjarni og Kristoffer. Kristoffer sendingin á teig. En það enginn til boltans. Staðan ennþá 0-0. Raggi kemur hérna og pressar. Og Kristoffer nær boltanum. Það að snúa varnarmanninn af sér. Tekst ekki. Eltir uppi hérna mannin og vinnur boltan aftur. Glæsilega gert. Út til hægri á Bjarna. Og Bjarni. Og kemur Raggi hérna. Ætlar að hjálpa til. F.A. miðan. Kristoffer og Raggi. F.A. halda boltanum ennþá. Gefa hérna inn í teig, hásendingin og þennan Hansamar Júli. Örugglega. Staðan sem sagt 0-0. Og Bjarni á kantinum. Bjarni og Kristoffer og aftur á Bjarna. Bjarni stoppar á punktinum. Heldur aftur á stað til Alexander. Alexander ætlaði að pota hérna yfir á Kristoffer. Hann náði ekki til þess. Kristoffer vinnur boltan aftur. Gefur hann hérna út á kantinn til mín. Ég get stoppað hann hérna. F.A. að fara hratt í sóknina. Þannig að Logi kemst inn í þennan og heldur honum. Og Raggi með boltan. F.A. hann á að pota þessum til markmannsins sem neglir honum aftur fram og lóðbeint út fyrir hliðalínu. Og Logi hérna með innsparkið og gefið tilbaka á Magna. Heldur boltanum inn á, vel gert. Þarna var sending sem hefði verið skemmtileg. Kristoffer leggur henni tilbaka á Júla. Júli gefur út til hægri á Matta. Matti heldur á stað upp kantinn. Það gefa upp á Bjarna. Aðeins. Þarna var nú Bjarni nálægt í að fara bara í bekkinu og veggin hana. Sýnist hafa... Nei, það bara markmannsbolti úr þessu. Markmaður með boltan. Kristoffer ætlar að reyna að komast inn í þetta lága útspark og nálægt því. Fæðingar. Þannig ættu nú Blikar eru búin að vinna þennan bolta tilbaka. Það voru talsvert fleiri á móti Breiðablik, á móti F-fæðingunum. Halda hérna áfram, komin í hérna alveg að teig, nú reynaði sér við skot sem fer í Magna og út af, og það þýðir hotspinna. Staðan 0-0. Það er, ég ætla ekki að segja játn í játn, því að það er klárlega búið að vera fleiri marktækifæri Blikamegin. Kemur hotspinnan, hún er, já, virtist það að fara bara í F-fáing og bara beint út af, eða mögulega var þetta í Blika. Og þá kom það þjálfarinn á völlinn og kalla til, já, væntanlega fyrsta leikljás sem er þá 1 mínúta eftir 15 mínútna leik. Hér er þá þjálfarnir væntanlega búin að sjá eitthvað sem að
gengur og annað sem gengur ekki upp. Það er engin svona, það er engin ákveðin merki á þessum leik sem maður sér eins og maður hefur séð í sumum öðrum. Það sem ákveðin atriði sem liðir að reyna að fara ítrekka úrskeiðis og eru svona veikleikar á leik þeirra. Við sáum það í leiknum á móti Stjörnunni til dæmis, það sem þeir voru alltaf með löng útspörk sem að Blikar unnu alltaf á miðjunni. En hérna er búið að vera leikur eins og sóknin mun meira Blikamegin. En engin svona augljós veikleikamerki á leik F-háinga. Þrátt fyrir það. Og þá stilla Blika sér hérna upp fyrir seinni hálfleik. Þetta er óbreytt frá fyrir hálfleik. Já, nema náttúrulega verið með Matta hérna í varnarstöðunni hægra megin. Mikil baráttu hróp hérna hjá F-háingum. Þá er það Bjarni sem hefur tekið sér stöðu hérna á bekknum. Hvílir, búinn að vera hérna mikið á hægri kantinum. Hans í stað á hægri kantinum er Raggi. Kristófer gefur tilbaka á Loga. Logi upp á Ígor. Boltinn út fyrir. F-háingar vinna þennan. Taka einsparkið. Komast þarna. Logi fastur fyrir og boltinn kominn alla leiðin í teig og þarna er skot hjá F-háingum sem fer langt framhjá og stuttu færið þarna. Kristóf boltann út til hægri. Tveir á einum þarna, það var svolítið þröngt. Það er að finna sér Matta í baklandinu. Matti og Kristófer. Kristófer tekur þarna smá fintu, gefur hann út til vinstri á Loga og Ígor. En helst hvorum á boltanum. Kristófer vinnur boltan aftur. Alex kemst ekki framhjá. Það eru hávaxnir leikmenn F-háinga hérna. Ná hérna fínu spili. Ótruflað. Kristófer og Matti. Matti nær hælsendingu hann tilbaka. Það er þröngt 2 móti 1. Alexander nær þessum á hlaup, stoppar sóknina og varnarmennirnir stoppuðu með. Þá nær hann hérna einnig sendingu fyrir. Það var enginn inn í teig. Matti ætlaði að taka þetta fast yfir á Ígor en náði ekki til boltans. F-háingar eru þá komin í sókn. Matti mætir. Matti kemur fætinum hana vel fyrir. Nú komin annar boltinn á völlinn. Má ekki láta það trufla sig en Matti náði þessu að krækja þarna fæti í boltan. Nú er F-háingar komin alla leiðin í teig. Leggja hann út. Þennan bolta stoppa á Logi og þá er hreinsað langt út. F-háingar talsvert meira ógnandi hérna í upphafi þessa leikluta. Gefa hérna langa sendingun í teig. Þarna vildum við fá hendi. Það er kallað bara í áttina að þjálfarabekknum, það sem gerist ekki neitt. Nú komið sendinga alla leið inn í teig og þetta er ekkert nema mark fyrir F-háinga sem náðu þarna forystu í leiknum 1-0 eftir vinstri fóta skot leikmanns númer 53 hjá F-háingum. Ekki í takt við gang leiksins en í takt við gang þessa leikhluta sem nokkrar mínútur eru liðnar af. Og þá þurfa Blikar að rétta leikinn af. Kristófer, löngsending fram á Alex sem náði ekki til boltans. Matti með hann, vippar honum hérna yfir varnarmanninn. Blikar með boltan. Gefið hérna
Sending sem fór í hælana á Kristófer. Matti aftur komið með boltan á hægri kantinum. Aðeins að stilla sig saman hérna í Kristófer. Út á kantinn. Til Matta. Matti. Það reynir hérna við sprettinn. Stoppar. Snýr við. Kemur boltan tilbaka. Alex komið með boltan. Hann ætlar að fara í gegn. Það er Matti við endanumörkin. Reynir hérna að snúa boltanum framhjá. Alex, nei. Vinna. Nú er Alexander komið með boltan. Potar hann hérna fram fyrir Igor. Nær ekki skotinu. Hann lenti í smá samstöðu hérna við markmanninn. Kvinka sér hérna á öðrum fætinum. Kemur hornspyrnan löng. Best hérna fram á völlinn. Á heft mikið kapphlaup. Logi kemur fram. Og þá Kristófer eftir honum. F-fáingarnir halda boltanum í leik. Það eru Bjarni og Kristófer komin í vörnina. Og svo að lokum er það 2-0 fyrir F-fáinga. Það var erfitt að fóta sig og ná stjórn á þessari varnarvinnu fyrir Blika. Það sem boltinn fór hratt á milli. Það var staðan orðin 2-0 fyrir F-fá. Bjarni gefur upp á hægri kantinn og þar fer hann í leikmann F-fáinga og út af. Það var það einspark hjá Blikum. Kristófer kallaði eftir boltanum hana fram en leikmaður F-fáinga stoppaði einsparkið. Það vill stundum vera svolítið kyrrstaða hérna þegar þessi innspörk eru en nú kemur þetta langur bolti fram en hennan reyna F-fáingar ekki mikið við heldur bara Júli sem að tekur hennan gefur hann inn á miðuna. Þar er margir árekstrar hérna, það er stíð það liggja hérna 3 eftir. Sóknin heldur áfram. Það er Alex. Boltin fer aftur hérna inn á miðju en mér sýnist að við séum nú bara Logi hérna með boltan. Við séum hann hérna í fætur F-fáinga en hér er Magni haltur. Hann lendi í einhverju samstöðu þarna á miðunni eða verið stíð á hann. Kemur Matti hlaupandi inn á hérna í hans stað. Vörðin er búin að taka á sig húfuna. Hér er hornspyrna F-fáinga og þetta skot fer naumlega framhjá. Og þá eru Blikar með boltan. Júli gefur út á Kristófer. Kristófer út á hægri kantinn til Ragga sem heldur honum inn á. Raggi bótar áfram á Alexander sem snýr á sig matnamanninn. Alexander og Kristófer komin alla leið og þessi bolti var skot frá Alexander í stöngina og þaðan í bakið á varnarmanni F-fáinga sem skilaði honum í markið. Og það var búið að rétta á stöðuna í 2 mörk F-fáinga móti 1 marki hjá Blikum. Þá halda F-fáingar hérna, F-fáingar í sóknina. Logi ætlar ekki að sleppa þessum bolta fram með sér. Gríðarlega góð varnarvinna hjá Loga þarna. Boltinn berst á Kristófer sem er komin hérna í horn. Og ætlar sennilega að senda hérna langan bolta fram á miðuna. Þar var enginn til að taka á mótunum. Kristófer vinnur boltan hérna aftur. Og leitar að sendingu til hægri á Bjarna sem sendir boltan áfram á hægri kantinn hjá Ragga sem heldur honum inn á. Nei, F-fáingurinn potar þarna vellinum boltanum út fyrir völlin. Þetta er einhverjar viðræðum þetta. Nei, Raggi heldur áfram. Kemur boltanum upp. Kantinn. Kristófer fer á eftir. Ógnar þarna. Mikil pressa. En Alexander kom á eftir og boltinn aftur fyrir endamörk og er því í leik F-fáinga.
Markmaðurinn sést hérna vel hvað hann stæðilegur, stór á velli. Kristófer kemst inn í þessa sendingu og Alexander ætlar að leggja fyrir. Kristófer aftur, skot, varið, hendi villan, en það náttúrulega engin dómar á vellinum til þess að taka þá ákvörðun. Það eru F-fangar komin aftur í sóknina, en Blikar vinna, koma fæti hérna á boltan á miðunni. Og þetta fram hjá Bjarni og Kristófer á miðunni. Logi mætir. Logi og Kristófer saman, vinna þarna boltan, best út til Ígors sem tekur á rás hérna upp kantinn. Himur stoppar hérna, F-fangar vinna boltan aftur. Þá hrópað auka af þjálfarabekknum. Búast við því að verið dæmt á aðalatriðin í þessum leik frekar en allt. Þá boltinn kom inn, hægri, Raggi sendur út á kantinn til hægri, þar Bjarni tekur fyrirgjöfina. Hún nær ekki til Alexander sem var tilbúinn þarna í tegnum. Og Nico aftur í því að senda boltinn inn á völlin til okkar. Hliðstæðan velli, Bjarni tekur innflokki strax. Raggi reynir að komast þarna fram hjá manni. Kristófer þarna við hliðina á honum. Fær ekki boltan, reynir að póta honum inn á Alexander. Tekst ekki. Boltinn aftur í fætur F-fanga sem halda áfram í sók. Kristófer, þennan mann. Maður. Þetta nú bara. Þarna var nú F-fangur búinn að gleyma sér aðeins með boltan og hugsaði meir Kristófer Loga. Hætti að elta boltan. F-fangar eiga þetta innspark. Þeir hefja sóknina. Þessi bolti í Kristófer og þaðan aftur til Ragga. Það mikið. Nú Alexander kominn í sóknina alla leið og reynir að setja hann rétt framhjá. Rétt framhjá og situr eftir á vellinum. Sá ekki hvort að það hefði verið eitthvað samstöðu eða eitthvað hefði komið fyrir hana. F-fangar senda boltan inn á miðuna. Logi hótar hérna sendingum á hægri og vinstri. Gefur hann alla leið fram á Alexander. Alexander hérna einn á móti manni. Kristófer tekur hérna skot sem fer í F-fang. Höfuð á F-fang var það gripið af markmanni. Og F-fangar fara í sóknina. Kristófer fer hérna á milli þessari sendingu. Blikar þá komnir. Nei, F-fangar kom með boltan. Raggi nálægt í að vinna þennan bolta þarna. Þannig tekur Logi og nú flautað eða kallað auka af þjálfarabekknum. Ég veit ekki hvort á að gera skot úr þessu. Þetta er nú í rauninni á miðjum velli. Þannig að nú bara mikilvægt að menn finni sín eigin menn. Það reynt hérna við skot sem að Júli handsamar á löngu færi. Kristófer boltan á miðunni, kemur hann út til hægri á Ragga og Raggi. Alexander kallar eftir boltanum. Alexander komur aftur, tekur viðstöður skot og þessi fór í netið. Þarna kom það. Breiðablik búið að jafna þennan leik 2-2. Búin að vinna upp 2 marka forystu F-fanga sem sita á boltan aftur í leik. Og Alex frammi og pressar. Það rætti ekki með Matti. Það nálægt í að vinna þennan bolta á hættulegum stað. F-fangar vanda sig hérna í sókninu upp. Þarna kom Magni inn í nálægt í að vinna boltan, en það gerir Kristófer Logi sem að sendir hann út í innkast. F-fangar með innsparkið. Það kyrstað á vellinum eins og vill verða, þannig að hann heldur bara fram sjálfur.
Kristófi vinnur boltan, nær ekki að halda honum inn á vallar. En tekur hann beint úr innkastinu, þetta var skemmtilegt, vinstri fóta sending, beint fram fyrir fætum á Matta. Vantaði eitt skrif upp á þarna í hlaupið. Ósekju, þetta gerist nú hratt, Kristófi kemst aftur inn í sendinguna, leggur hann fyrir Alexander. Úr því verður skot hjá Ragga, en Kristófi vildi nú fá eitthvað dæmt þarna þar sem hann féll við, ég sá ekki hvað gerist. En þetta var glæsilegt spil hjá Blikum. F-ingar að senda boltan fram. Þetta er komið nálægt teig, hérna eru Júli og Logi að tala sér saman hvað að gera. Matti kominn með boltan. Létt snerting hérna fram á Alex. Reyna að komast fram hjá F-ingum, gengur ekki. Matti kloppar þetta tilbaka. Alexander F-ingar inn á miðuna. Það eru 2 móti 1. Og þennan bolta sendi Magni beint í vegginn. Innspark F-inga. Tekið hratt. Magni kemst inn á bolta. Matti næst sendingunni fram á Alexander. 2 móti 1. Enginn komin í hlaupið þarna. F-ingar eiga hérna möguleika á því að fara í skyndisókn. Blika stoppa hana. Bjarni nær hérna boltanum, en Matti náði að halda honum inn á. Það er ótrúlega vel gert. Skýr skilaboð hérna frá markmannum að láta hann fara, svo hann geti sjálfur sent hann í leik. Þá er flautað, hrópað til hálfleiks. Og þá er staðan 2-2. Þegar Blikar eru búin að vinna upp 2 marka forystu F-inga í þessum leik. Það sem að 2 marka forysta F-inga kom í upphafi annars leikhluta, nokkuð þvert á gang leiksins. Blikar þurfti að setja í næsta gír sem þeir gerðu og enda búinir að jafna stöðuna. Og þá látuðu bara myndirnar tala sínu máli hérna í smá stund. Þetta voru Blikar með sín baráttu köll. Virðast bara að vera búnir að fara yfir málin. Gekk hraðar en hjá F-ingum. Þetta á náttúrulega að vera hálfleikur, sem sagt 5 mínútna pása. En leikurinn byrjar enda seint. Það getur verið að það sé verið að vinna upp einhvern tíma fyrir það sem á eftir kemur. Uppstillingin hérna í seinni hálfleik er keimlík. Við erum komið með Ragga hérna á hægri kantinn. Alexander er fremstur. Kristóf hefur fyrir aftan miðinni. Þar fyrir aftan er Magni, beintur fram á markmann. Þá hefst leikurinn. Það þarf að halda sama. Það byrjar á því að það komast hérna bara í dauðafæri, einn á móti markmanni eftir bara 2 snertingar hérna í seinni hálfleik. Líta svo að það sé bara tilviljun. Þetta hafi bara verið hending. Við tökum upp hérna okkar spil. Það fyrir Logi upp vinstri kantinn. Gefur hérna sendingu fram sem F-ingar komast inn í.
F-ingar senda boltan inn í teig. Þar stoppar Logi boltan aftur og þar á eftir Bjarni og svo senda F-ingar boltan út til hægri. Þá kemur hásendingin í teig. Þar kemur Bjarni, fóta boltan og svo ver Júlli hérna glæsilega boltan og sendir hann út. Þar er Raggi í kapphlaupi og þá er kallað aukaspyrna á bekknum. Raggi stillir hérna upp í aukaspyrnuna, virðir fyrir sér teiginn og tekur spyrnuna. Hún berst hérna. Þarna var glæsilegt tækifæri hjá þeim félögum, Alexander og Kristoffer. Alexander náði hælspyrnu og sendi boltan boltinn var að fara út fyrir endamörk, náði hælspyrnu inn á völlinn þar sem Kristoffer gaf fyrir markið en þar var enginn, en skapaði smá óróa hérna í tegnum. Það var hornspyrna sem að Matti tekur. Hún er skölluð í burtu af varnarmanni F-inga. Logi nær til boltans þarna á kantinum en varnarmaður F kemst í hann. Þarna er barist boltan. Matti stendur þarna í hárunu á F-ingunum en F heldur boltanum. Innsparkið tekið. Það er leikið upp hægri kantinn hérna. Sending fram, það eru bæði Bjarni og Logi. Logi stoppar hérna boltan og snýr við fimlega. Er á hérna í mikilli baráttu 1 á móti 1 en er togaði niður að lokum. Þannig að fór að leiðast þó við F-ingar með sendingu inn í teig. Búa sér við langskott hérna fyrir utan. Tekst ekki og þar best boltinn fram fyrir markið. Bjarni er hérna að hreinsa. Raggi kemur hlaupandi upp. Vinstri kantinn. Stoppar, hérna voru við aðan. F-ingar vinna hérna boltan. Kristoffer nær til hans. Reynir að komast fram hjá F-ingurum, tekst ekki. Bjarni kemur hérna hlaupandi beint inn í leiðina. Ná ekki að stöðva þessa sókn F-inga. Logi. Hátt skot og óvænt en yfir. Júlli með boltan. Tekur útspark alla leið á Alexander. Erfið móttaka þarna. Boltinn skoppaði burtu. F með þennan undir sinni stjórn. Komast þar í færi. Skott, gefa út til hægri. Júlli grípur þennan örugglega. Júlli átti boltan, rúlar út til hægri á Bjarni. Hárbolt yfir á Ragga. Og Raggi. Á Kristoffer. Kristoffer kemst alveg upp í horn. Sending fyrir Alexander. Vippar honum upp. Og þetta er bolti fyrir einhvern að klára. Tekst ekki. Glæsilega gert, fimlega gert af strákunum hérna. Það var stórhættulegt. Og þá er það innspark Breiðabliks. Raggi, alveg enginn að verja Ragga hérna. Það voru mynduður hvern annan á það F-ingarnir. Herru, nú náður hérna langri sendingu fram og nú stingur hreinlega leikmaður F-inga blikana af. Júlli ver þetta glæsilega og tekur sér rennitæklingu þarna. Kristoffer kemst inn í boltan, er að vinna hann og takaði langskotið. Það fyrir bakið á Magna. Sýndist mér og svo er hreinlega bara sparkað í veggina. Þú fór nú baki á honum, já, Magna. Logi með boltan. Kemur út á kantinn á Matta og Matti frá Alex. Raggi með hlaupinu. Sér hann. Og nú sendingunni út til hægri. Nei, hann tókst ekki að koma boltanum út á
mann og konið 3 varnamenn á móti Alexander einum. Það erfitt að klára þannig færi. Kristoffer reynir að koma fæta boltan. Varnamaður FH prjóna sig hérna bara alla leiðin í teig. Búa sig undir hérna. Skot ná ekki alveg að stilla hérna upp í námskotið. Matti vinnur boltan. Kemur hann fram á Alexander. Alexander kemst fram hjá en heldur áfram. Góð barátta hjá Alexander. Vinnur boltan hérna aftur. Raggi með boltan. Inn á Kristoffer. Kristoffer ætlar að leggja hann fyrir. Leggja fyrir Matta sem var galopinn hinum megin. En F-fáingar komum við þarna fæta á boltan. Þá verið að skoða skiptingamál en ákveðið að taka hornspyrnuna. Hún kemur inn á. Kristoffer reyndi hann við bakfallsspyrnu. Gekk ekki. Tekur hann viðstöðlaust skot úr þessu útsparki sem hann fekk fætuna óvart, boltan óvart í fætuna. Raggi vinnur boltan hann glæsilega og hvað gerir hann? Hann leggur hann fyrir og þarna setti Matti 3. mark Breiðabliks og eftir langa orrahríð að marki F-fáinga Breiðablik komið með forystu í leiknum 3-2. Þá hleypur nú væntanlega kapp í kinn Blikum. Sannarlega. Alexander strax komin inn að pressa. Boltinn tilbaka. Logi nær honum. Út til vinstri á Matti. Setur hann inn. Fyrir Alexander. Boltinn aftur út á Loga. Logi út á Ígor. Og Ígor, hvorki Ígor nýja var varnarmaður Breiðabliks ná til þessa bolta. En F-fáingar halda honum. Ná hérna innsparkinu. Og enn boltinn í leik. Hinum enn á vellinum nær Matti kom við hann og þaðan fram hjá Loga. Okkar sterkasta varnarlína hérna. Og enn kapplaup í 8 endamörkum. Og lokum að Bjarni sem að sendir hann bolta í burtu. Út til vinstri á Matta sem er kantinum. Þaðan inn á Alexander inn á miðjuna á Kristoffer leggur hann út á Bjarni vinstri á Ígor flott sendingin í teig og þá nær Matti skoti sem fer yfir. Þetta áttu F-fáingar erfitt með að stoppa en það er erfitt að halda reiður á boltanum sem gekk hratt á milli manna. Vel gert hjá Blikum. Það sækja F-fáingar upp hægri kantinn og inn á miðjuna, gengur ekki. Það kemst Magni inn í boltan, kemst fram hjá hverjum varnarmönnum fætur öðrum, fer alla leið að markinu og lætur boltan syngja í netinu. Kláraði þetta glæsilega. Og nú eru spilin að snúast. Leikurinn snýst við. F-fáingar. Kristoffer kemst þarna inn í boltan. Ígor lítur kringum sig, skoðar valmöguleikana. Úr því verður innspark hjá Breiðablik sem Ígor tekur strax. Bjarni með sendingu fyrir markið. Enginn þar. Og nú komin óþreyja í leikmenn F-fáinga. Þannig þeir vilja aftur taka löng útspörk. Komast hratt í sókn. Logi. Út í Matta á vinstri kant. Matti. Nær leikmaður F-fáinga vinna boltar af Matta en Matti launar hann greiðan. Það haldið í Matta mikið. Þeir að taka í hendurnar á Matta. Beint fyrir framan dómarabekkin. Alex með boltan, stefnir inn. Gjör Kristoffer rúllar út á Bjarna sem tekur skotið. En það svífur hérna framhjá. Stutt framhjá. Þetta
búið að vinna hérna þrekvirki hjá Blikum að vinna upp fyrst 2 marka forystu. Fyrst 2 marka forystu F-inga og þar var búin að skora 2 mörk til viðbótar. Þannig að 4 mörk gegn engu marki F-inga. Logi, vinnuboltan, snýr sig glæsilega þarna á kantinum. Það reyna að komast fram hjá öðrum og þarf að losa úr þessari þvögu þarna. Þarna nær Kristófer til boltans á vinstri kanti. Kemst ekki í neitt færi til þess að losa sig við hann. Nú tilbaka, sem það gert glæsilega. Þarna vildi með frá víti. Það skot, en engin dómar á vellinum. Þannig að engin víti eru dæmt svo auðveldlega. F-ingar reyna sendingu frá völlin. Magni stoppar hann á miðinni út á Ragga. Og vinna F-ingar boltan. Sending fram, viðstöðulegt skot sem að Júli handsamar. Ekki búið að vera jafn mikið að gera henni á Júla í 3. leikluta eins og í þeim öðrum. Og þá er flautað til leiklés eftir 3 leikluta. Búið að spila hérna fótbolta í 45 mínútur. Staðan 4-2 fyrir Blikum. Og þá snýst allt að halda í fenginn hlut á meðan F-ingar leita lausna á stöðunni. Þá taka F-ingar sér stöð á vellinum og stilla upp. Við erum með óbreytta liðsuppstillingu hér. En nú er það FH sem byrjar með boltan. F-ingar komast í sókn nokkuð snemma í þessum leikluta. Gerist líka í síðasta leikluta. Kristófer kemst inn í þennan bolta. Stoppaður hérna af leikmann númer 18 breiði í FH. Logi tekur sér til og stöðvar næstu atlögu F-inga sem enda á því að gefa sendingu sem fer hátt yfir markið. Það er innspark Blika. Það tekur Bjarni. Finnur Kristófer, sem finnur Ígor, sem finnur Kristófer aftur, sem finnur Loga og þá búið að leysa glæsilega úr þessu. Logi missir þarna boltan í baráttu við F-ing. Næstur er Magni sem að stoppa þetta. Kemst nær að snúa við og halda áfram með boltan í hina áttina. Ekkert dæmt á þetta. Kristófer tekur boltan, gefur yfir á Loga sem senda hann yfir á Alexander. En svo komast F-ingur inn í boltan. Reyna að skipta hérna kant. Þarna kemst Logi inn í, las þetta eins og opna bók. Kristófer, Logi mundar hérna sendinguna yfir á Alex. Alexander reynir sér við skotið. Og það fór inn. Markmannum að óvörum hélt að þetta skot var að fara framhjá. En þessi stað fór það inn og staðan þó orðin 5-2 fyrir Breiðablik. Sannarlega glæsilega endurkoma hérna hjá Blikunum.
En það er ennþá korter eftir. Og F-fáingar ætla að spila þetta korter og Blikarnir líka. Og ég er hann í baráttu boltan og úr varð þyrna fast skot og þröngu vinkli, fór í hliðarnetið og þá er það hornspyrna frá hjá sem að F-fáingar eiga. Þeir taka þetta hratt. Þá er boltinn í teig, þar hreinsar Bjarni með svona hálfgerði hjólstaspyrnu. Og þarna er Raggi komin í baráttu með boltan. Nú er reynt hérna við fasta sendingu eða skot inn í teig. Þar var samstuð milli Júlla markmanns og leikmanns FH sem hann liggur eftir í markinu. Og meðan Alexander er í baráttunni hérna fremst með boltan. Og hann sér hérna möguleika á því að rúlla boltanum inn til þess að skora 7. mark Breiðabliks á móti 2 F-fáinga, en hinum einn á vellinum liggur leikmaður F-fáinga ennþá eftir óvígur án þess að það séu kannski nein sérstök viðbrögð frá þjálfara teiminu eða ég veit ekki hvort það er komin inn varamaður í staðinn. Næ nú ekki talningun alveg í kvelli hérna. Já, F-fáingar enn í sókn, laus bolti inn á miðjuna. Kristófer nær til hans, sendir hann fram á Alexander sem leggur hann áfram út til vinstri á Ragga og Raggi komin í frábært færi, nær ekki að nýta það en boltanum er sparkað út af. Júlli er þarna dálítið að huga að leikmann FH sem að situr eftir sóknina áðan. En hinum megin á vellinum er innspark sem að Raggi býr sindur að taka. Hann kemur á boltanum á Matta og Matti aftur á Kristófer. Og Kristófer tekur skot sem er varið. Markmaðurinn hefur ekkert minkað inn í hálfleik og sjáu svona hvernig það kostur að vera með gjörvilega menn í rammanum. Hérna eru F-fáingar að reyna að hreinsa boltan úr tegnum. Gengur ekki alveg nógu vel. Magni er hérna í baráttunni á endalínunni. Heldur boltanum. Þarna berst hann til Bjarna. Þetta er algjör þvaga hérna. Menn sjá ekki fram úr augum. Bjarni. Boltinn best fram í aftastamann eða fremstamann rétt að sagt F-fáinga sem reyna að sauma sig þarna framhjá en þarna sýndist mér Raggi komast inn í sendinguna þannig að Júlli kom höndum á boltan og Bjarni sendur út á Ígor. Langur bolti hérna fram sem kemur fyrir fætuna á Alexander. Hann vantar eitthvað til þess að senda á, endar í hérna smá baráttu og hér er Ígor sem getur átti tækifæri á því að vinna hérna úr útsparkinu. Bjarni hreinlega vasaþjófur tekur hérna boltan af leikmanni FH. Mér finnst svona mikið verið að nota finnst svona að bera svolítið á því að hérna leikmenn FH séu að fálma eftir leikmönnum sem þeir eru að elta og kljást við. Persónulegt mat. Þá eru F-fáingar í sókn á hægri kanti. Senda boltan inn á miðjuna. Þar er Bjarni með tögl og haldir. Það er hérna boltan. Nú sjáum við enn og aftur hvernig hendurnar eru notaðar hérna í Hafnarfirðinum. Þetta er einhvern veginn... Mér finnst þetta að stinga svolítið í augun. Jæja. Bjarni og Kristófer. Bjarni reynir hérna tæklingu. Tekst ekki. Boltinn komir hérna alla leið inn í teig.
á Blikum og þá kemur leikmaður FH alltaf að reyna þessu skot, gekk ekki, boltinn best hérna út á kant þar sem Magni er á 180, boltinn hérna allavega fram í teig til Ígors sem kemur honum yfir Alex einu skotið, Ígor átti síðustu snertingu á þennan bolta en fór nömlega framhjá af stuttu færi. F-fáingar útspark, út til vinstri einhver ekki, Bjarni tekur þennan bolta sendir hann inn til Alexanders og leikurinn endurtekur sig. Bjarni vinnur boltan aftur, kemur fram á Alexander sem vegur og metur sendingakostina hérna, tekur svo skotið en það fer framhjá. Það var Ígor í stöðu og er í yfirtölu, réttara sagt, Blikar. Raggi vinnur þennan bolta, kemur nú úti á Loga og aftur á Ragga. F-fáingar reyna að losa hnútinn og komast hérna í sókn, leita eftir sínu þriðja marki. Kapla upp, Kristófer setur hann að pressu á leikmenn F-fáinga. Nú gerast hlutinni hratt útspark frá Júlla sem fór í einhvern leikmann Blika og þaðan var þetta bara erfitt að eiga við þegar boltinn er komin í hendur andstæðingarna inn í teig og allir snúa í öfuga átt. Slysamark, staðan 6-3 fyrir Blika. Skammt eftir á leiknum, kannski einhverjar 5 mínútur eða svo. Kristófer hérna í baráttunni við leikmann FH og Kristófer og Bjarni aftur. Kristófer vinnur boltan, kemur hann fram á Ígor reyndi viðstöðlösa sendingu fram á Alexander og Kristófer reyndi aftur sendingu á Alexander. Þeir komast inn í þetta F-fáingarnir. Baráttan, Kristófer kom boltanum í fæturna á Samherja. Þá heldur Raggi hérna fram völlinn, kemur hérna bolt af Ígor aftur á Ragga og Raggi nær ekki skotinu. Ígor vinnur boltan tilbaka aftur inn í teig á Ragga. Nú er Raggi komin í færi, fast skot en varið af markmanni F-fáinga sem tekur útspark. Matti og Kristófer hérna saman. F-fáingar, tækling Bjarni, Kristófer með boltan, sending beint fram, afsakið þetta. F-fáingar reyna mjög langa sendingu inn. Staðan 6-4 fyrir Breiðablik þegar þjálfararnir flauta leikinn af eftir 60 mínútna leik og þá er þakka fyrir. Já, þetta leit ekki mjög vel út þegar F-fáingar voru komin í 2 marka forystu í öðrum leikluta en Blikar gerir mjög vel í því að vinna upp þá forystu, komist í það að jafna leikinn 2-2 og svo upp í 4-2 og 5-2 og 6-2 og síðasta mark leiksins áttu þá F-fáingar sem minnkuðu stöðuna eða löguðu stöðuna í 6-3 og þar við satt og þá ljúkuð þessar útsendingu með þeim orðum.